Gjör svo vel. Formaður, gott ráðsfólk og gestir hér og heima. Við í A-nefndinni höfum í þessari viku verið að ræða mál tengd trúfrelsi og þjóðkirkjunni, tjáningafrelsi og svo ýmis önnur mál sem að kannski má kalla umfangsminni og við þurfum að fara að huga að því að tengja saman og setja á rétta staði í skjalinu sem óðum að taka á sig mynd. Við leggjum fram í dag til kynningar ákvæði trúfrelsi og stöðu þjóðkirkjunnar, tjáningafrelsi og akademískt frelsi eða það sem við köllum fræðafrelsi í tillögunni. Nei, ásækið, tjáningafrelsi látum við bíða aðeins. Akademískt frelsi eða fræðafrelsi. Að auki erum við að gera tillögur breytingu þá á uppröðun ákvæða þar sem að leiðir af því hvernig við skjótum þessum tillögum inn í áfangaskjalið eins og það stendur nú. Þessar tillögur eru til kynningar, það er að segja setta fram til umræðu og við reiknum með að fá áfram athugasemdir á þær og að skjalið geti tekið einhverjum breytingum í næstu viku áður en að kaflarnir verða síðan formlega afgreiddir inn í skjalið. Þetta viðfangsefni, kannski einkum trúmálin og kirkjumálin hafa rætt miklum krafti á vef ráðsins og ég held að það sé óhætt að segja að þetta sé það efni sem að mest umræða hefur farið fram og ég held að við höfum fengið 12 bein erindi til nefndarinnar stöðu kirkjunnar og fjöldi athugasemda hefur borist við hvert og eitt þeirra. Áður en við víkjum hins vegar að þessu efnislega innihaldi tillagnanna þá ætla ég að bera upp að auki tillögum að það sem að er kallað auðlindakafli í áfangaskjalinu verði fellt brott en við höfum gert það til okkar að auðlindaákvæði og það muni tengjast umhverfisákvæðinu og standi það svona með mannréttindakaflanum. Þannig að það er svona auka tillaga þannig að þessi kafli standi ekki inn í áfangaskjalinu áfram. Þá eru þessar tilfærslubreytingar, það sem er hins svokallaða barnagrein sem að er númer 6 í áfangaskjalinu, hún færist fram 1 sæti, verði númer 5 og standi þannig á milli friðhelgi einkalífs og fjölskyldu og skoðanafrelsis. Greinin er annars óbreytt að öllu leyti. Okkur fannst þetta eðlilegri tengingar á milli að réttindi barna fylgi í kjölfar greinarinnar sem að snertir á friðhelgi einkalífs, heimilis og fjölskyldu. Þá er ákveðið skoðanafrelsi númer 7 og við gerum að gera tillögum að á eftir því, númer 6 og við gerum tillögum að eftir því komið ný grein sem verður númer 7 og tekur til akademísks frelsis eða við köllum að fræðafrelsi. Það er ákvæði sem hefur efnislega staðið inn í almennri grein menntun og verður þá grein númer 7 og svo hljóðandi tryggja skal með lögum frelsi vísinda, fræða, lista og menntunar. Þetta ákvæði er nokkurn veginn óbreytt. Við höfum fellt út orðið æðri sem að vísaði til menntunar og bætt inn orðinu fræða. Fyrirmynda þessu er sótt til ýmissa erlendra stjórnarskráa og ég vísa bara að öðru leyti til umræðna sem að fóru fram tillögunni eins og birtist í menntunargreininni á sínum tíma. Og þá er það nýmæli dagsins sem eru ákvæði trúfrelsi og jafnræði trú- og lífsskoðunarfélaga. Greinin er svo hljóðandi og er þið númer 8 í skjalinu. Sérhver maður á rétt á að vera frjáls hugsana sinna, sannfæringar og lífsskoðunar. Felur sá réttur í sér frelsi hvers og eins til að iðka trú sína, einslega eða í samfélagi með öðrum, opinberlega eða á einkavettvangi. Öllum er frjálst að breyta trú eða sannfæringu og standa utan trúfélaga. Stjórnvöldum ber að vernda öll skráð, trúfélög og lífsskoðunarfélög. Með þessari tillögu erum við að fara að tillögu stjórnlaganefndar sem að lagði til að í stað þess að hafa sérstakan trúmálakafla í stjórnarskrá væri ákvæði trúfrelsi fært inn í mannréttindakaflaskrárinnar. Fyrirmynda ákvæðinu er sótt til 18. greinar mannréttindayfirlýsingar Sameinuðu þjóðanna og 9. greinar mannréttindasáttmála Evrópu. Markmiðið með því að vernda bæði trú- og lífsskoðunarfélög er að stuðla að umburðarlyndi fyrir ólíkum sjónarmiðum og skoðunum í samfélaginu og gefa yfirlýsingum það að virða bæði trúarleg og veraldleg lífsskoðunarfélög. Með lífsskoðunarfélagi er átt við félag sem löggjafinn hefur viðurkennt á einhvern hátt, byggir á frjálsri aðild félaga og hefur að markmiðum sínum og starfsvettvangi annars vegar siðferði og siðfræðilega umræðu. Það stuðli að umræðu siðferðisgildi og hvernig best er að leysa siðferðileg álitamál
og hins vegar þjónustu á tímamótum í lífi fólks, snýra þá á fjölskyldu og félagslegum athöfnum með því að framkvæma athafnir eins og fermingu, nafngift, giftingar og útfarir samkvæmt lífsýn félaga. Og í kjölfar þessa ákvæðis viljum við bera upp fyrir þjóðina valkostu það hvort hinn evangelíska lúterska kirkja í áfram að vera þjóðkirkja. Annars vegar þá settur fram valkostur að ákvæðið þjóðkirkju verði ekki í stjórnarskrá og hins vegar að svohljóðandi grein verði í stjórnarskrá og yrði þá númer 9. Það er sem valkostur 1 að hinn evangelíska lúterska kirkjan þjóðkirkja á Íslandi. Valkostur 2 að ákvæðið falli brott og þá vísað til þess í fyrri valkosturinn það að hafa greinin inni byggir á því sem 62. grein stjórnarskrárinnar í dag. Stjórnlaganefnd gerði tillögu að inn í þessu ákvæði væri kveðið á að ríkið skyldi styðja og vernda öll lögleg trúfélög. Við höfum skilið þann hluta ákvæðisins frá greininum þjóðkirkjuna en það teljum við rétt að hafa það inni sama hver valkosturinn hér verður fyrir valinu. Þá völdum við að segja skráð trúfélög og lífskoðunarfélög. Þannig að þetta smá breyting frá tillögu stjórnlaganefndar. Eins og ég segi þá leggjum við til að hérna verði valkostur það hvort að þetta ákvæði verði inni eða ekki. Og við sjáum fyrir okkur að með því að setja þessa valkosti fram að þá kunni að virkjast önnur málsgrein 79. grein núverandi stjórnarskrár og spurningin það hvort kveða skuli á þjóðkirkju í stjórnarskrá verði þá borin undir þjóðina. Og þá finnst okkur mikilvægt að atkvæðagreiðslan raun og veru færi eingöngu fram það hvort að þjóðkirkja ætti að vera inn í stjórnarskrá, ekki þessa vernd á trúar- og lífskoðunarfélögum. Við höfum fengið fjölda erinda eins og ég sagði þetta mál og þau skiptast í tvennt. Annars vegar því sjónarmiði haldið á lofti að tryggja og lýsa því yfir að hér búi kristin þjóð og hins vegar að ekki megi hampa einni kirkjustefnu eða söfnuði umfram aðra eða vernda trúfélög framar veraldlegum lífskoðunarfélögum. Þessi tvískipting var mjög áberandi í innsendum erindum og var undirliggjandi umræðu nefndinni og nokkur okkar töldu rétt að fjarlægja ákvæðið og láta lög stöðu þjóðkirkjunnar ráða meðferð málsins. Það að fjarlægja stjórnarskrárverndarinnar án þess að taka efnislega afstöðu til stöðu kirkjunnar. En aðrir töldu mikilvægt að hafa þarna inni þetta ákvæði þjóðkirkju. Við fengum nokkur álit og þau eru svona ekki alveg samhljóða en nokkur fjöldi þeirra, já ég held að einhver þeirra, 2 af 3 sennilega, segja að í því að fjarlægja ákvæðum þjóðkirkjuna fælist bein aðgerð breyting á kirkjuskipan sem myndi virkja aðra málsgrein stjórnarskrárinnar og krefjast þjóðaratkvæðagreiðslu. En þetta ekki alveg samhljóða niðurstaða allra þeirra sem fengum álit frá. Og þannig að einhver þeirra sögðu að kirkjuskipanin myndi ekki breytast nema leið væri breytt 1. grein laga stöðu þjóðkirkjunnar sem eru frá 1997. En stjórnlaganefnd sagði og við erum í nefndinni að minnsta kosti sammála því að þau hefði ekki talið rétt að svipta þjóðina þeim möguleika að greiða atkvæði þetta þar sem þetta eitt af örfáum tilvikum þar sem að kveðir á þjóðaratkvæðagreiðslu í stjórnarskránni. Þannig að við eiginlega leggjum til að þetta fari í þjóðaratkvæði. Annar valkostur sem var þó ræddur aðeins að hafa inni ákvæði samhljóða því sem núna stjórnarskrána en bæta við ákvæði til bráðabirgða eins og gert í valkosti B hjá stjórnlaganefnd að endurskoða skuli samband ríkis og kirkju innan tiltekins tíma og þar stungið upp á 10 árum í því samhengi. Það sennilega óþarfi að ítreka það að þetta ákvæði voru miklar umræður í nefndinni og á opnum fundi með öðrum ráðsleiðum. Sjónarmiðin eru ólík afleiðingar þess að breyta þessu ákvæði en ég held að ég fari rétt með afstöðu nefndamanna að okkar skilningur okkur hafi sjálfur sér ekki verið falið að afgreiða stöðu kirkjunar eða skilja ríki og kirkju á einhvern hátt heldur einfallega að skoða það hvort kveða skuli á þá stöðu í stjórnarskráni og við erum að reyna að fá það fram með þessum tillögum. Nú verði þessar breytingar á áfangaskjalinu þarf að breyta númerum á eftirfarandi greinum til samræmis, það að hækka þau 2 og mögulega 3.
en röðin á þeim breytist ekki að svo stöddu. Og í þessari tillögu felst einnig að tillaga í þessu felst einnig til okkar að trúmálakaflinn í áfangaskjalinu falli brott, enda yrði þá kveðið á trúmál í mannréttindakaflanum með þessari breytingu. Og það í samræmi við tillögur stjórnlaganefndar. Og það lýkur yfirferð minni. Ég þakka nefndarmönnum í nefnd A eins og venjulega fyrir góðar og ánægjulegar umræður og gott samstarf í vikunni og hlakka til að heyra frá ykkur hinum hvernig þið viljið að við klárum þetta. Takk fyrir.